Á hæla henni fylgdu nokkrar fleiri bækur ævintýrin í frystihúsinu. Hér sjáum við drykkjurútin Böbba eftir vestmanninginn Sigmund sem þó þekktari fyrir skopmyndir sínar fremur en myndasögur. Árið 1973 var Böbbi daglegur vinur lesenda Morgunblaðsins. Gylfi Gíslason sækir líkt og Haraldur Guðbergsson beint í þjóðsögurnar í myndasögum sínum í ramm íslenskar sögur sem borist hafa mann fram af manni. Ég fór að teikna myndasögur eiginlega ekki meðvitað, heldur bar þetta þannig til að ég teiknaði litla bók 72 held ég fyrir Ragnari Smára sem var í bókaflokkinu þjóðsögur og myndefnið var bara það mikið fannst mér þegar ég var að vinna þessar sögur og myndirnar röðust upp í röðu áður ég vissi að þetta var að mynda sögum. Þannig að hjá mér gerist þetta eiginlega ómeðvitað. Sögur hans hafa birst í DVF og sjálfur hefur Gylfi gefið þær út líka. Ég gat sagt ýmislegt íslenskt þjóðfélag án ábyrgðar. Það voru Bís og Krimmi sem að sögðu hlutina en ég var alltaf saklaus Bís og Krimmi voru börn síns tíma og mjög góðir sem slíkir held ég. En það sem ég að gera í dag allt miklu meðvitara og svona meira undir stjórn. Þetta náttúrulega byrjaði með It Takes All Kinds seríunni sem ég vann 83 og síðan gerði ég teiknimyndir eftir þeirri seríu. Og það var raunverulega allt myndasögur sem að fór að hreyfast. Allt í einu fannst mér svo spennandi að fá hreyfinguna og músíkina og hljóðið, effektana. Þetta var voðalega gaman Og til dæmis Kalli Krónar, hann svona einn lítið hlaupandi grípandi sem var hljópum allan miðbæinn. Þegar ég fór að gera lengri teiknimyndir þá kom klippingavandamáli til sögur að því að kvikmyndir klippast allt öðruvísi heldur í myndasögur. En mínar myndir hafa ekkert verið mikið sýndar á Íslandi þannig að þetta meira í útlöndum. Þess vegna bý ég nú erlendis núna því að það lítið hægt að gera hér heima. Og þetta sem við erum að gera núna til dæmis, það mjög skemmtilegt að við vitum nefnilega ekkert hverja þjóðar myndirnar Dinda eru af því að ég Íslandingur, framleiðandinn finnskur, stúdíóið í Litáen, ég bý í Íslandi, fjármagnið kemur frá allri Evrópu. Og ég teikna voða lítið sjálfur lengur annað en að skapa fígúrurnar, gera mjög gróf handrit. Ég vinn ekki lengur með höndunum svo mikið sem teiknari heldur með kollinu. Í byrjun 8. áratugarins var eins og sprengju væri varpað inn í heim íslenskra myndasafna því þá fóru evrópskar myndasögur að streyma á markað á Íslandi. Ekki var nóg með að þær væru nú þýddar á íslensku, heldur voru heilu sögurnar nú gefnar út í einu í stað strimla í dagblöðunum. Rannsóknarblaðamaðurinn Tinni nam land og flutti með sér sérvitrikinn Vandra og prófessor Kolbein og Skaftana. Tinni sem bara færi jólagjöf 6 ára gamall, þú getur ímyndaðir hvað þetta hefur haft góð áhrif á mann. Þetta var bara ást við fyrstu sýn. Það hefur ekki farið hnífurinn á milli okkar Tinna. Ástríkur og Steinríkur nutu þess að berja Rómverja í kássu og Lukkuláki átti í stöðugu stríði við bófana ólæknandi Daltonbræðurna. En svo bárust líka alvarlegri sögur á borð við Blástakk og Alex Hugdjarfa. Árið 1979 gaf Fjölvi út íslensku myndasöguna Vísindaráðstefnan, en hún var ein af sögum 14 ára gamals höfundar Kjartans Arnórssonar Pétur og vélmennið. Ég var alltaf að teikna alla mína barnæsku, en ég birtist ekki að prenti fyrir en ég held eitthvað 11-12 ára gamall, en þetta gaf mér vasapeninga og þá grillu að ég geti kannski lifað því að teikna myndasögur.
Ég hef teiknað allan andskotanum æðina, fínlist, veggmálverk, auglýsingar, en jú, það er aðalega myndasagan sem hefur haldið mér hugföngnum. Bandormur, sem er hugarfóstur Ómar Stefánssonar og Óskars Thorarensen, sprettur úr heimi fantasíunar, hryllingi heimsbókmenntana og vísindaskáldskap en hæðist að öllu á sama tíma. Við erum alltaf að teikna þetta kannski að því að við höfum ekki efna við að gera eitthvað annað, sko. Það er kannski skemmtilegra að nota einhvern annan miðil, sko, til að koma hugmyndið sínum áfram, sko. Einhvers staðar maður að byrja, sko. Já, til dæmis. Bandormur býður fyrst á brottinum á grasinu eftir að hundurinn sleikja það og síðan sleikir hundurinn mannin, svo fer það í mannin og býr sér til pláss þar einhvers staðar í líkamannum og enda síðan í heilanum á manninum. Þá yfirtekur hann allt. Við erum með hérna William Blake svolítið inn í þessu. Skaparinn er eitthvað svona demon sem er svona lifir á orku mannanna. Hann er að reyna að sleppa svona út úr sínu eigin sköpunarverki og lykillinn út úr þessum heimi er Henrik Eppi, hans svona DNA. Bræður, sko. Við rauninni svona oft sjálfur svona sögupersónur og við erum alltaf í okkar eigin reynslu. Og kannski við svona íkjum hann aðeins upp og gerum hann aðeins meiri svona fantasíukenndara. Það er bara það er einkennilega og skrýtna í raunveruleikanum. Vísindaskáldskapurinn í bara okkar svona existens. Það er svolítið svona gegnumgangandi þráður í öllu saman. Allt bara er algjörlega sko óútreiknanlegt og það getur bara reynt heygöflum meðan þú ert á leiðinni út í búð að ná í mjölkina, sko. Og enginn getur vita nákvæmlega hvað er í gangi hérna. Það er að segja hér í þessu universumi sem við lifum í. Eins og ég hef eftir Charles Fort að hann sagði einhvern tímann: ég loka útidyrahurðinni minni fyrir Jesú Kristi, Búdda og Múhameð en opna bakdyrnar fyrir froskum og álfum og öllu því hyski. Teiknimyndasöguheimurinn er eitthvað sem að mér finnst mjög heillandi. Aftur á móti hef ég aldrei verið sérlega hrifinn af þeim sögum sem sagðar eru. Ég er að heillast af því að segja sögu með teikningum. Það gerir það verkum að mínar sögur hafa oft á tíðum lent í vandræðum. Ég er ekki að fylgja hefðbundinni teiknimyndasögu og sögurnar mínar passa ekkert inn í þá skilgreiningu og þann kassa. Ég er bara að segja sögur með teikningum og eina sem þarf til, lágmark 3 teikningar þarf til að segja sögu. Það getur verið Allstæðistafla á miðöldum, það getur verið Andrés önd, það getur verið hvað sem er. Þú þarf bara 3 teikningar til þess að mynda hreyfingu og þú þarft að byrja á upphafinu og hafa miðju og hafa endir. Listgreinar skarast mikið meira í dag heldur en nokkuð mann áður. Þess vegna er ég í dag farin að flytja þetta yfir í margmiðlunarform og vefurinn og tilkoma hans gerir það að verkum að hægt er á einfaldan hátt að koma fram með sögu, sagða með myndum og texta og hljóði sem inniheldur mörg lítil ferðalög innan sín. GISP er skammstöfun fyrir guðdómlega innri spennu og pínu. Útkoma GISP í upphafi markar upphaf á nýju tímabili í íslenskri teiknimyndasögu gerð sem við sjáum í dag ala af sér teiknarar sem að geta byggt á því að GISP hefur verið til. Þar með að verða til náttúrulega hefð innan gæsalappa. Aðal breytingin sem að var stefnumarkandi þegar GISP fer af stað er þetta markmið. Við viljum að búa til glanstímarit sem fer í allar sjoppur, allar bókabúðir, út á meðal fólks. Þetta er hver annar hlutur til þess að kaupa út í sjoppu leið og þú kaupir Coca-Cola eða eitthvað. Já, náttúrulega forsetan á gerð teiknimynda er að vera alltaf frambærilegu teiknari og maður byrjar á því að grófskissa upp ykkur á hluti og ef við vill þá getur maður reynd að fína sér að þá skissa aðeins betur áður en maður fer að vinna þetta á pappirinn sem endalega útfærsla kemur á. Mér er þessi karakterar sem eru burðar á sinni í þessum sögum
Verða þau til í kollinum eða verða þau til bara í glímunum við pappírna, sem við myndina? Já, áður maður fer út í gerð eiginlega sögu, þá er maður náttúrulega búinn að teikna talsvert áður og er kannski búinn að skapa sér einhverja karaktera sem maður síðan notar í þá ákveðnu sögu sem maður er að semja. Það sem er náttúrulega skemmtilegast við Gisp er hvað það er í raun og veru íhaldsamt blað. Þetta er eins langt frá því að vera neðanjarðar myndasaga eins og hægt er. Þetta er allt mjög á yfirborðinu. En þrátt fyrir það allt mjög ólíkir listamenn sem þarf að koma við sögu og við höfum reynt eins mikið að við getum að fá inn fleiri listamenn. Við erum alltaf að reyna að tróða inn einhverjum óþekktum og upprennandi stjörnum. Gisp-teiknarar tóku sér ýmislegt fyrir hendur, buðu lesendum meðal annars að vera í hlutverki persóna í skrípamyndum gegn greiðslu og gaf út Lýðveldisblað 17. júní 1994 sem fylgdi með blaðinu eintaki. Meðal driffjara Gisp er Bjarni Hinriksson. Það er komið í ljós við rannsóknir að lestur á myndasögu getur verið mjög flókin. Menn staðsetja, auga leitar á ákveðna punkta sem eru myndrænt sterkir á hverri síðu í myndasögu og skanna dálítið síðuna. Síðan hefst lesturinn. Þannig hann er ekki línulegur endilega. Haustið 1992 hélt Gisp-hópurinn yfirlitssýningu á verkum sínum ásamt frönskum teiknurum. Þetta var orðið svona viðamikil sýning og það var náttúrulega Gisp hefur alltaf verið að þróast í átt til fullkomleika og blað númer 5 sem jafnframt er sýningarskráin er bara eitt skrefið í átt til þess. Já, maður vil segja að eftir þetta þá verður ekki aftur snúið. En ekki voru allir jafn hrifnir. Myndlistagagnrýnandi einn taldi klám og erlendar klisjur í blaðinu yfirgengilegar. Orð og setningar er ekkit fínni þó þau séu borin fram á útlensku og nákvæmlega jafn dónaleg og klámfengin. Í sögunni Kaboom gerir Þorri Hringsson grín að gagnrýnendum með því að setja klisjur þeirra í fáránlegt samhengi. Þetta er svona sveiflast frá því að vera svona hinn hefðbundni belgíski, franski skóli eins og ég er að teikna og semja yfir í það að vera svona bandarískt samhengisleysismyndasaga svona à la Ró og dæmi það náttúrulega er Þórarinn Leifsson. Myndasagan sem form fyrir mér var yfirleitt bara besta aðferðin sem ég átti við þingu á sunnudögum og mánudögum. Eftir ég hætti því þá hætti ég að hafa áhuga á þessum miðli. Eins og sögurnar ruggmálaráðuneytið sem var í pressunni og eintaki. Miður fyrst og fremst að því að hægt að ganga fram að sem flestum og selja náttúrulega blaðamönnum það sem þeir vildu fá. Sögur Freydísar Kristjánsdóttur spretta úr heimi goðsagna og ævintýra. Hennar sögur eru býsna merkilegar, nánast eins og ljóð í myndasöguformi. Hún teiknar á mjög sérstaka nátt, hún hefur mjög sérstaka línu. Það eru svona mörkunum að maður les þar, maður svona fer inn í þær og út úr þeim aftur, svolítið svona eins og góð ljóð, Og hún vitnar dálítið í listasöguna, gjörn á að taka mótíf úr listasögunni og spinna áfram með það inn í einhvern veruleika sem við eigum að þekkja eða þekkjum. Aðrar konur sem hafa komið í sögu til dæmis eins og Laura Valentino. Hún er einmitt gjörólík, mjög mórölsk og með mikinn húmor. Myndasögur verða einhvern veginn að lifa sjálfstæðu lífi, það verða að ná til fólksins. Og þessar myndasögur sem við vorum að gera, það voru þannig að krakkar vildi ekki lesa þetta, ömmur okkar vildi ekki lesa þetta og einu sem vildi lesa þetta voru við sjálfur.
flestir af okkur hafa nú svona náð sér eftir þetta tímabil, en sumir af okkur hafa getað þróað þennan stíl áfram og eru eins og Halldór Baldursson sem er núna að teikna síðast fyrir vissu fyrir Viðskiptablaðið. Halldór hefur myndskreytt barnabækur, teiknað tónlistamindband fyrir hljómsveitina Totmobíl, gert á 300 ræmur undir heitinu Neðanmáls og ekki síst skapað ódauðlegar persónur eins og Gaga og Púkó og sjálfa handboltahetjuna Kristján Gísla.